Komið sæl og verið velkomin í golfþátt Kylfings. Þessar mundir eru Íslendingar að elta þann hvíta á 70 golfvöllum allt land. Er það ekki magnað? Í þættinum förum við á Selfoss og hittum Hlyn Geir Hjartarson, afrekskylfing, og ræðum við hann golfið á Selfossi. Nei, Palli minn, ég hef aldrei farið í holu í höggi, þetta er svolítið neðarleg spurning. Við hittum líka tvo af mestu afrekskylfingum landsins, þá Birgir Leif Hafþórsson, sexfaldan Íslandsmeistara og atvinnumann, og Ólaf Björn Loftsson, sem einu sinni hefur hampað Íslandsmeistaratitlinum og er einnig í atvinnumennsku. Það góða það sem við höfðum upp á Skaga, við vorum bara með völlin og allt sem við gerðum keppni, og þetta var allt keppni. Versti matur, það er maturinn í Bretlandi. Og svo rifjum við aðeins upp Íslandsmótið í höggleik sem framfór á Leirdalsvelli 2014. Það er gott hljóðið í Selfissingum en nýverið leystust loks landamál golfklúbbs Selfoss og framtíðarlausn fundinni fyrir Svarfhólsvöll. Klúbburinn var stofnaður 1971 og er með eldri klúbbum á Suðurlandi en á svæðinu eru 15 golfvellir sem er ansi mikið. Hlynur Geir Hjartarson, afrekskylfingur og heimamaður, var ráðinn framkvæmdastjóri fyrir nokkrum árum og það er óhætt að segja að mikið hafi gerst í ýmsum málum eftir að kappinn kom til starfa. Hlynur er ánægður með gang mála á Selfossi. Mikið líf og mikið að gerast, það er aukning í klúbbnum og ótrúlega satt, þá er aukning, það er tæpi 90 nýjir meðlimir í golfklúbb Selfoss þetta árið og ekkur er reyndar búin að hætta allir, við séum ekki svona 25-30 pluss þetta árið sem er betra enn í fyrra. Þetta kemur smá óvart en það var ég með til dæmis fyrir nýlega, algjöra nýlega, þá er 60 á nýlega námskeið og uppistaðan þar er mjög sérstakur, það er 20-35 ára aldurshópur sem er svolítið sérstakt, það er yfir svona kannski eldra fólk en þarna er greinilega bara eitthvað svona klíku eða sveimaklúbbar eitthvað svoleiðis ákvað að taka sér til og pröfa golf og það er gaman að það er bara þessi aldur og mikið af nýju fólki og mikið líf. Þegar Hlynur tók við framkvæmdastjórastöðu hjá golfklúbbi Selfoss fyrir nokkrum árum, þá vantaði sárlega fleiri félaga í klúbbinn, en okkar maður brett upp ermar og fór í átak. Ég byrjaði algjörlega ég fékk nú hjálp hjá góðu fólki, vinum og svona, en reyndi að kynna sportið svolítið út frá saumaklúbbum, reyna að fá fjölskyldur til þess að koma, vini og allt það og byggja þetta algjörlega upp svona fyrst og fremst af heimamönnum. Það er kannski verið of mikið kappmál að reyna að fá fólk úr Reykjavík til þess að koma en við viljum það líka en við viljum reyna að fá fólk koma að heimamennir sem eru þá vonandi í golfklúbbum næsta árin og bara alveg þá það er lífið búið líka við. En síðan alltaf líkilegt að byggja upp, kenna þeim íþróttina. Að kenna þeim nýlega alveg grunni, við erum með 12 vikna námskeið, kennum alveg frá A til Ö hvernig á að spila golf, halda hraða, síðarreglur, golfreglur og bara hvernig á að halda kylfunni. Þetta er bara svona lykilatriði til þess að fólk kynnist íþróttinni og ef það nærði því, þá fer það ekkert aftur, þetta er svo gaman. Hlynur segir það séu mörg dæmi það að fólk hafi byrjað í golfi sem börn eða unglingar og komið svo í klubbinn aftur. Það er nú bara góða við barn-unglingastarf, það má ekki gleyma því að þó við séum að byggja barn-unglingastarf og þau hætta ofta að fara í háskóla eitthvað svoleiðis, þá kemur við yfirleitt tilbaka aftur í gegnum þá sinn heimaklubb oftast. En bara það þarf náttúrulega bara að vera í andi og félagsmenn, rótgrónir félagsmenn þurfa að geta horft á það á boði nýlegum velkomin í klubbinn sinn. Þetta er nú bara oft þannig að við gömlu sem búin að vera kannski lengi í golfinu, við tökum stundum ekki nógu vel á móti nýlegan. Það þarf bara virkilega að bjóða velkomin í íþróttina, í klubbinn og kynna þeim bara almennilega starfi eins og mér var gert því ég byrjaði í golfi, að mínum vinum. Það hefur verið landavesen varðandi golfvöllin á Selfossi í mörg ár en nú er komin lausn á því. Hlynur er í skýjunum með nýja landi sem hann segir afar hentugt og fallegt. Hérna í baksíðunum á mér þá er jörðin sem við ætlum að fara að byggja upp okkar seinni nýju á, svona í framtíðinu, vonandi að við getum byrjað í næsta vor á okkurum ákveðnum holum en það er smá töf út að það átt að koma yfir okkur, nýja Ölfusárbrú. Það komið töf á henni í 4 ár en þá gefur það okkur bara meiri tíma. Það var bara svo sem allt í lagi, þá fóum við bara aðeins meiri tíma til þess að undirbúa og við stefnum ekki á að vera með kannski 12 holur í smá tíma og sjá hvernig það kemur út og síðan sjálfsög endur við eitthvað tíman í 18 holur vonandi áður en ég orðinn gamall maður. Nýja landið er mjög sendið og því auðvelt að vinna það fyrir golfbrautir. Og það er bara, það er jarðýtan og sá og þá er líka þessi bara komið og þetta lítur rosalega vel út og er mjög fallegt svæði.
Svarfhólsvöllur 9 hólur og umhverfi hans fallegt með Ölfusána, Ingólfsfjall og meiri fegurð allt í kring. En hver uppáhaldshóla kappans á heimavelli? Hérna þar sem við stöndum á fjórða hólan mín uppáhaldshóla á vellinum, fallegasta hólan á vellinum. Sem betur munum við halda henni þegar breytingarnar koma. Og síðan 9. líka, mjög öflug og góð loka hóla. En þetta svona uppáhaldshóla með par 3 hóla og við erum aðeins búin að breyta henni, það glompur nýjar komnar þarna og gera aðeins meira challenge en virkilega flott hóla. Hefurðu farið hóli í höggið hérna? Nei, Palli minn, ég hef aldrei farið í hóli í höggið, þetta svolítið neðarleg spurning. Ég ætlaði að reyna að sleppa henni, ég gat það ekki, þú verður að fyrirgefa. En þú hlýtur nú að hafa verið nálægt hérna einhvern tíðan. Já, mjög oft slegið ég, nokkur sem slegið með svona 2 bolta í röð í stöngina en ég hef verið að leika mér og ég var mjög ánægður með að fara ekki ofan til þess að þurfa að segja frá því. Auðveld íþrótt. Þú sjálfur, þú ert ennþá að keppa á Eimskipsmótaröðinni? Eitthvað að reyna? Já, ég tók þátt í hérna fyrstu 3 mótunum. Ég ætlaði nú bara að taka þátt í leirunni og frétti að vera flott grín þar svo ég dreif mig bara og langaði allt inn að keppa og fann það í vor þegar ég farastjóri á Spáni og var að leika mér alltaf þar. Þá fann ég að mér langaði bara að fara að keppa aftur og ég ætla að gera það í sumar. Hvað skemmtilegast í golfið? Félagsskapurinn, þetta lífstíll, útivera, þetta getur líka að vera hundleiðilegt. Og það líka gaman við það, maður verður stundum eiginlega aldrei ánægður, maður verður alltaf að fá meira og meira og meira, þetta yndislegt. Úpsættin. En nú hann búinn að vera í norðan og nú fyrir hann að snúa sér í hafgóluna sem gæti komið hérna eftir hádegi. Sem gerir það að verkum að Hlynur verður bara á 67. Nýtt vallamett hjá Hlyni í dag líklega? Mögulega. Hvernig var þetta? Frábært. Alveg bara. Príma aðstæður og völlurinn góður. Við erum alveg í skíðunum með þetta. Golfdagarnir á Íslandi verða ekkert mikið betur en þessi? Tæplega. Þetta bara eins gott og það getur verið, myndi ég segja. Þetta bara eins og þetta á að vera, milt og gott veður, hlýtt. Ekki á mikið sól? Ekki á mikið sól, nokkrir fuglar, 1 og 1 bóki, en annars í góðu lagi. Félagarnir sáttir? Þeir eru mjög sáttir. Ja. Þetta æðislegt. Hvernig þetta að þú fyrst út á golfvöll, Birgileifur? Það var fyrir slysni bara með félögum mínum í fótboltanum, Helga Dan og Halldóri Magnúsinni. Það var bara algjörlega óvart. Þeir voru eitthvað að sprikla og dróðu mig með. Var það út að, náttúrulega völlurinn á Akranesi þarna nánast bara við hvert heimili? Já, klárlega. Annar að bjó bara á vellinum og þannig þróaðist þetta og það var ekki aftur snúið. Hvað varstu gamall þarna? Já, 12 ára. Og hvað tók við? Stífar æfingar? Varstu strax fann að keppa? Já, ég byrjaði strax að keppa. Þetta var eiginlega þannig, bara fullt af svona innanfélagsmótum og maður byrjaði bara strax að láta vaða. En maður var miklu meira í fótbolta framan af en svo bara þróaðist þetta svona smátt og smátt. Og hvað tók svo við? Þú var strax fann að keppa í öllum opnum mótunum og svona og fékkst úlingatitil fljótlega ekki? Jó, þetta gerðist ótrúlega hratt og greinilega boltinn og kúlan lágu vel fyrir mér og sá þetta vel fyrir mér og ég náttúrulega bjó bara á vellinum og annarkvort þar eða fótboltavellinum og þetta bara gerðist rosalega hratt. Ég var unglingameistari 16 ára og kominn í +1 í forgjöf þá, þannig að þetta gerðist gríðarlega hratt. Geturðu lýst því aðeins? Hvernig stóð þið? Fékkstu svakalega áhuga eða varstu æfður gríðarlega stíft og skipulega? Nei. Eða var þetta náttúrulegt? Já, þetta var svolítið frjálst og kannski það góða sem við höfðum upp á Skaga, við vorum bara með völlin og allt sem við gerðum keppnir, það var allt keppni og það var ekkert æfingasvæði til, það var engin básar eða neitt og við bara vorum út á völl, spilum kannski 54 hólur og það var alltaf eitthvað lagt undir eða fórum þá í chip og búkeppnir og þetta var bara lífið okkar bara þannig.
þetta var töluleikurinn okkar upp á velli. Hvað segir þú, Óli, var þetta svipað hjá þér? Hvernig rataði þú út á golfvöll? Ég fór út á golfvöll með foreldrunum mínum. Þau drógu mig mjög snemma út á völl og ég hafði nú kannski ekkert mikið áhuga á þessu svona sem krakki. Þá var ég meira fyrir boltaíþróttirnar en jú, ég var mjög oft svona að þvælast með mömmu og pappa út á velli og það var svona fyrir alvöru svona 12-13 ára sem ég byrjaði. Pappin var nú Íslandsmeistari, ungu maður, þú varst ekki að pæla í því kannski þá? Nei, alls ekki sko, en það er mikil golfhefð í fjölskyldunni. Afi var einn af stofnendum Nesklúbbsins og þannig að það var ekki langt að sækja í þetta sko. Ekki svipað hjá Birgi að það stutt út á golfvöll og ekki mjög leiðilegur staður fyrir unga menn? Nei, þetta er alveg frábær staður til að alast upp og þetta kennir manni svo gríðarlega margt og þetta er fín barnapössun sko, henda krakkanum út af völl og já, ég var þarna bara alla daga og fekk mjög fljótt svona áhugan þetta leyti, 12-13 ára sko. Hvernig fórstu að haga þínum æfingum? Fórstu að taka þetta fljótlega alvarlega? Já, ég er bara mikill keppnismæður í mér og hafði bara strax rosalega gaman að þessu og þetta var bara, maður var í mikill í keppni við vinna mömmu og pappa og við forgjöfuna og félagana og þetta bara var alveg ótrúlega skemmtilegu tími og gerist bara mjög hratt sko. Pappiðinn var Íslandsmeistari í Grafarholti 1972, það er óralangt síðan, en þú kemur svo og tekur titilinn á sama stað árið 2009, það hlýtur að vera stór stund fyrir fjölskylduna. Já, þetta var alveg ótrúlega gaman og það var svona fyndið að við töluðum það á 15. teik sko að ég var í sömu stöðu og hann var þegar hann vann sko og 4 höggum á eftir og það skildi hafa enda nákvæmlega eins, það var alveg magnað sko. Já, þetta er nú svona einn af sögulegustu sigurum golfsögunar á Íslandi. Þú fær fugla á síðustu 4 hólurnar og vinnur svo í umspili. Já, þetta var alveg... Þetta er ekki eitthvað grís. Það náttúrulega fylgir alltaf með en það er eins og maður segir, því meira sem ég æfi því hefnari verð ég og ég náttúrulega bara... Það var ekkert annað í stöðun en að sækja. Steppi var að spila náttúrulega rosalega flott golf og mjög stöður, þannig að ég vissi það var ekkert annað í boði en að fá fugla til að reyna að saxa á sko. Þetta pút, þú varstu búinn að æfa það áður eða þess að deginum undan eða hvenær var þetta? Ég fór held ég í byrjun vikunar með Sigurði Hafsteinsinni og við fórum aðeins yfir völlin saman og svo grunnaði mig að hólustesningin yrði þarna á lokadeginum einhvers staðar á efstapallinum, þannig að ég tók 3 pút þarna upp eftir og þetta var eitt þeirra, þannig að ég sem sagt vissi að breykið var aðeins minnið að leita út fyrir að vera, þannig að ég sagði við pappa bara á leiðinni að flötina að ég væri með þetta á hreinu og sem betur fyrir náði að hitta línuna. Ég var búinn að heyra, ég hitti mér Sigga Hafsteins og hann sagði mér að hann sýndi línuna. Já, hann sýndi mér mjög mikið og það getur vel verið að hann hafi bent mér á að taka nokkuð pút þarna upp eftir sko. Sem var ekki mjög slæmt? Nei, það skilaði sínu. Þú átt nú nokkra titlana, Birgir Leifur. Ertu hættur að safna Íslandsmeistaratitlum en þú vilt náttúrulega bæta einum í safni á Akranesi núna? Já, það væri rosalega gaman en ég vil nú taka undir það að þetta var alveg ótrúlegt mót hjá þegar hann vann hann Óli og þetta var eins og skrifað í skýin. Það var bara magnað að horfa á þetta. Og þetta er einhvern veginn svona vatt upp á sig eins og hjá honum með pappan á bókanum. Þetta er svona skemmtilegt móment og eitt af skemmtilegustu mómentum hjá okkur í íslensku golfi. En auðvitað vil ég fá einn titil í viðbót til að bæta metið en alla mínar áherslur eru úti núna og ef ég kemst inn mót úti þá ætla ég að láta það ganga fyrir og það verður þá bara að bíða betri tíma. Hvað ertu komið með margar? Ég á 6 ásamt Úlli á 6 og Björgvin Þorsteins, þannig að það var ánægilegt að fá að jafna þá þessar hetjur sem maður fylgdist með þegar maður var ungur og á heimavelli í fyrra. Einhver titill, Íslandsmeistaratitil hjá þér sem er eftirminnilegri en aðrir? Nei, þeir eru bara eiginlega allir rosalega mér kærir og mér fannst rosa gaman að vinna í Eyjum fyrst skipti og það var náttúrulega frábært. Ég er hálfur Eyjamaður, öll móðurættin mín úr Eyjum og það var rosalega sérstætt líka, þannig að mér finnst það gaman.
Þú fórst mjög snemma í atvinnumönsku og ert ennþá að reyna. Hvað sérðu fyrir endan á þeirri baráttu? Nei, ég sagði nú, ég veit það ekki. Maður alltaf einhvern veginn að framlengja þessum ferli sínum, en kannski beauty við golfi að maður getur að vera í þessu bara þangað til að maður bara orðinn 60 eða eitthvað, en til þess verður náttúrulega að ganga vel og maður alltaf einhvern veginn að dansa á línunni og maður hefur kynst í að vera að spila meðal þeirra bestu og svo lent í ups and downs, erfiðum meiðslum og komið upp og verið að dagra við þetta og það einhvern veginn alltaf eitthvað sem togar í mann og mér finnst þetta ógeðslega gaman og mér finnst ég alltaf geta bætt mig. Þess vegna held ég áfram. Ef ég væri búinn að finna þá löngun að ég gæti ekki bætt mig, þá verið ég hættur. Og við sjáum bara hvað setur, tökum bara eitt högg í einu, eða ekki? Stórar mótaraðir eru draumar Birgis og líka hjá þér, Ólafur. Hver staðan í þínum málum í atvinnubaráttunni? Já, hún bara svipuð. Ég bara reyna að gera allt hvað ég get til að bæta mig og reyna að skipa mér sessa meðal þeirra bestu. Hvað þarftu að bæta helst til þess að ná lengra? Ég þarf að bæta boltasláttinn og svona nokkur atriði en það er svona stórt atriði sem ég held að ég get unnið vel á þar. Ég veit að þú ert búinn að berast nokkuð lengi í þessu, en hefurðu trú á því að þú eða einhver aðrir muni ná alla leið eins og við köllum að skipa sér ná góðum sess á Evrópumótaröðinni eða PGA-mótaröðinni? Já, alveg klárlega. Það er, ef við tökum dæmi, ég hef alltaf litið á það. Ég fór að dreyma um þetta kannski 16 ára þegar ég vann titil og fór að horfa á golf í sjónvarpinu og svona. Mig grunaði til dæmis aldrei að fyrir mér var þetta bara fjarstæður draumur og ég hafði bara einhvern veginn svona óbilandi trú á sjálfum mér að ég gæti eitthvað og fór á stað og ég hef reikið mig á ansi marga svona dead ends eins og maður segir en ég hef afrekað það að spila 58 mót á Evróputúrnum og af hverju ekki einhver annar og af hverju ekki ná alla leið og vera meðal bestu bara svona reglulega, þannig að bara ekki spurning. Við höfum það frábært fólk og stelpuna líka, þær eru eftir að banka grimmt á dyrna núna held ég, en þess að þær eru að vera fleiri og fleiri líka. Þú getur orðið einn af þeim máli? Vonandi. Eigum ekki að stefna því? Jú, að sjálfsögðu, en ég mun alveg taka undir þetta með Bigga, Þetta er efni viðurinn á Íslandi er rosalega flottur og svo náttúrulega bara hefur orðið bylting í bara þjálfaramálum og bara aðstöðu og það er bara verið að lyfta þessu á hærra level og þannig að það kemur mér alls ekki óvart að við myndum sjá bara nokkra Íslendinga á þessum stærstu mótaröðum bara mjög fljótt. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Ég ekkert endilega svo allra besti í golfinu, en ég samt oft að spila með Al Gæjón og ekkert að fara í punktu með þeir. Það toppar ekkert þetta sport. Ég meina keppni mann sjálfan, félagana, veðrið, landslæðið. Strákandi segja, ef golf væri kona, þá væri ég fyrir löngu konu í samband. Samveran, leikurinn, útiveran, hreyfingin, keppnin og ástríðan fyrir alla ævi langt. Golfið hefur þetta allt. Uppáhaldsvöllur á Íslandi? Þessi vöður. Korpúlstær. Erfið spurning. Ég er með 2, Nesvöllurinn og GKG. Besti matur? Parmesan kjúklingurinn á konunni, hann er geðveikur. Besti matur? Það er bara matur kærustunnar. Versti matur? Það er engin matur vondur, þeir eru bara misgóðir. Versti matur? Það er maturinn í Bretlandi. Uppáhaldsdrykkur? Já, gott rauði með góðri steik, það er geggjað. Ég ætla bara að hreinskilin. Uppáhaldsdrykkur? Það er Kristall. Skemmtilegasta golfbrautin á Íslandi? Hún er hönnuð þannig að hún velunar frábært högg og gefur séns á
góðum erni eða fugli. Þannig að vel hönnuð hóla, ég ætla ekki að taka út eina, heldur hóla sem hönnuð þannig. Það örugglega, já, ég ætla að segja 12 á korpunu, það 3. á hvað, ánni. Erfiðasta golfhóla á Íslandi? Erfiðasta golfhólan, ég myndi segja 12 á korpunni sem að ég hef spilað og já, hún rosalega erfið. Erfiðasta golfhóla á Íslandi, ekki að henda bara í Bergvíkina. Mér þykir það nú ekki leiðilegt. Besta kilvan í pókanum? Driver en þannig heitur. Það 64 gráðurnar. Súkkulaði kex eða banani í golfnestinu? Banani. Alltaf banani. Sevi eða Faldó? Sevi allan daginn. Sevi. Masters eða opna breska? Opna breska. Það erfitt. Ég ætla að segja opna breska. Hver vann opna breska mótið 1990? Hvar var það haldið? Já, 90, það hefur verið John Daly. Nei, hann var 95. 1990. Sevi. Hver var Íslandsmeistari kvenna árið 1998? Kvenna 98, það hefur verið... Ég vil að teipa Ólu Mari. 1998, það annarkost Ólu eða Ragnhildur. Ég ætla að segja Ragnhildur. Hvenær vann Nikulás síðast risamót og hvaða mót var það? Masters 1986. Það var Masters 1986. Hvað heitir golfvöllurinn í Grindavík? Golfvöllurinn í Grindavík, já. Maður búinn að heyra þetta 100 sinnum. Heyrðu. Húsatóftavöllur. Já. Sigur. Grindavík. Það Húsatóftvöllur. Hvað var fyrsti golfvöllurinn í Reykjavík? Hann var í Öskjuhlíðinni. Hvernig? Laugardalnum. Hann var í Laugardal og svo fór hann upp í Öskjuhlíð vandalega. Þannig að já, ætla að segja Laugardal. Hvernig bregstu við þegar þú heyrir for? Fyrir eftir hverju með mér, það passa fyrst upp á hann. Ef að konan er með á skíli í henni. Hleypur ekki til felur? Nei. Ég hleyp í skjól. Við skulum hér í lok þáttar rifja aðeins upp hvernig baráttan var Íslandsmeistaratitlana í kvenna- og karlaflokki á síðasta ári, en Íslandsmótið í Höggleik fór fram á Leirdalsvelli, golfvelli Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar. Þetta var í fyrsta sinn sem mótið var haldið í Leirdalnum. Allir bestu kylfingar landsins voru með og í kvennaflokki var baráttan á milli Ólafíu Þórunnar Kristinsdóttur úr Golfklúbbi Reykjavíkur, Skaga kylfingsins Valdísar Þóru Jónsdóttur og Guðrúnar B. Björgvinsdóttur úr Golfklúbnum Keili. Fyrir lokarhinginu var Ólafía með 2 högga forskot á Valdísi og 3 á Guðrúnu. Valdís náði sér ekki á strik í lokarhingnum og datt út úr baráttunni titilinn og þetta varð einvígi milli Guðrúnar og Ólafíu. Guðrún saksaði aðeins á forskot Íslandsmeistarans frá 2011 og mikil spenna var á loka hólunum. Það leikur báðar mjög gott golf en svo fór að lokum að Ólafía Þórunn hafði betur og sigraði með 3 höggum og tryggði sér sinn annan Íslandsmeistaratitil. Hverju þakkaru þennan sigur? Fyrst og fremst bara pappa og svo mömmu, hún var að nutta mig í gærkvöldi og bara fjölskyldunni og það svo margir. Já, það oft talað það, þú veist, þegar maður búinn að vinna einu sinni þá árið eftir verður það erfiðara því að maður setur press á sjálfan sig en þú veist, ég var ekkert að pæla í hinum titlinum núna, sko.
Í meistaraflokki karla var minni spenna því heimamaðurinn og fimmfaldur Íslandsmeistari Birgir Leifur Hafþórsson náði forystu með frábærum fyrsta hring sem hann lék á 5 undir pari, 66 höggum. Hann gaf tóninn fyrir komandi keppnisdaga og þegar 3 voru búnir átti hann 7 högg á Axel Bóasson og Þórður Rafn Gissurason. Það var of mikið fyrir næstu kylfinga þó svo að meistarinn hafi ekki sýnt sínar bestu hliðar í lokarhingnum sem hann lék á 2 yfir pari. Til þess var munurinn of mikill og þeir náðu heldur ekki að sýna sitt besta. Þegar yfir lauk sigraði Birgir Leifur með 7 högga mun, Ólafur Loftsson endaði í öðru sæti og Þórður Rafn Gissurason í því 3. Það var því áhyggjuleg skólf hjá Birgi á síðustu hólunum og hér hann á lokabrautinni í Leirdalum. Fjöldi áhorfenda fylgdist með og fagnaði Birgi vel og hans 7. Íslandsmeistaratitli. Hvernig tilfinningin? Hún bara geggjuð sko. Þetta bara örugglega svo skemmtilegast til þessa. Þetta alveg meira á þar. Hvernig var lokahringurinn? Hann var svona skrautlegur köflum eða hvað? Já, hann fór bara einkennilega af stað og ég verð að segja það. Ég ákveði að vera grimmur og bara gekk upp og ég var að slá flott högg en misreiknaði vindinn alveg og bara var alltaf með vitlausa kylfur og var að setja mig í óþægilega stöðu og fekk 3 skolla á fyrstu 6. En ég held áfram að segja við mig bara vertu þolinmóður, þetta mun koma og bara, svo kom annar skoll á 10. og ég bara, heyrðu, hvað að gerast? Og svo bara held ég áfram, vertu þolinmóður og svo bara smalla, komið 3 fuglar í röð og svona aðeins klára þetta. Það var mikið atriði fyrir mig að vera þolinmóður eftir þessa byrjun og mér tókst það. Þú varst nú ekki að spila mjög mikið golf fyrir þetta mót, þú varst nú í viku með landsliðun og þú varst ekki að snerta mikið á kylfu þar, var það kannski bara ágætt fyrir því? Já, ég náttúrulega komin á þann stað að ég get svolítið stýrt mínum æfingum og ég notaði miklu meira kannski gæði í mínar æfingar núna og það það sem að telur fyrir mig og ég þarf ekki að leggja inn kannski mikið magn. En mikil gæði sem ég hef vunnið með og mínu bara teymi sem maður er mjög þakklátur fyrir og það bara það sem að telur fyrir mig.